Heilsa ykkur í Jesú nafni. Og í dag þá ætla ég að halda áfram þessi frá var horfið síðast. Þá tala ég það að Jesús hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þá sýndi ég ykkur hvernig Jesús uppfyllir allt sem að helgidómurinn benti til. Í forgarðinum höfum við fórnaraltarið og Jesús lambið sem fórna var. Og næst var það eirkerið sem táknar upprís í Jesú og einnig skírnina. Og næst það inn í hinu heilaga, þar sem við finnum ljósastykkuna, brauðið og reykelsisaltarið. Og Jesús ljós heimsins, hann brauðið og hann biður fyrir okkur, ekki í jarneskum helgidómi, heldur í helgidómi sem ekki með höndum gjörður. Hann steig upp til himna og þjónar nú þar sem okkar æðsti prestur. En síðan sýndi ég ykkur hvernig kirkjan hefur afbakað allt sem að Kristur að gera fyrir okkur í hennum himneska helgidómi. Kirkjan kennir að Jesú þurfti ekki að deyja fyrir okkur. Skírnin var það ungbarnaskírn, en barni getur ekki gert iðrun sem nauðsynlegt fyrir skírn. Ljós sannleikans fékk ekki að skína. Brauðið sem orð Guðs var haldið frá fólkinu. Fólk beinti bænum sínum að Maríu mey og dýrlingum í stað þess að beina þeim beint í Jesú. Og lögmál Guðs var skipt út fyrir lögmál Vatikansins. Þannig var helgidómurinn á himnum í raun lagður í rúst. Ekki það að kirkjan hafi getað haft einhver áhrif á starfsemi helgidómsins á himnum. Heldur að sannleikurinn náði ekki til fólksins. Og því fór fólk á mis við það sem Kristur að gera fyrir okkur á himnum. Og því, hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, að þá vil ég hafna yður, segir Guð. Þekkingin á því sem Guð að gera fyrir okkur, hún skiptir máli. Því við getum ekki tekið við því í trú, ef við þekkjum ekki hvað Kristur að gera fyrir okkur. En Daniel hafði sagt 2300 ár og þá skildi helgidómurinn vera komin í samt lag. 2300 ára tímabilið hófst árið 457 fyrir Krist. Og því lauk árið 1844. Og spurningin sem ég skildi eftir hand ykkur fyrir viku, hún var hvernig var helgidómurinn komin í samt lag árið 1844? Hvernig kom Guð honum í samt lag? Það gerðist ekki á einni nóttu. Við sjáum hvernig það gerðist þegar við skoðum kirkjusöguna. Það byrjar í raun á 14. öld. Þá hefst Guð handa við að gera ótrúlega hluti. Fólk þá farið að velta þessum hlutum fyrir sér og hugsa með sér bittu nú aðeins. Eitthvað nú að þessari mynd af Kristi sem kirkjan að birta okkur. Guð byrjaði að lyfta upp mismunandi hreyfingum sem áttuðu sig ekki eins og á því hvað þeir voru að gera. En þeir voru að endurheimta þessa muni í helgidóminum. Án þess að átta sig á því. Skoðum hvernig það gerðist. Á 14. öld reis upp í Englandi morgunstjarna siðbótarinnar, John Wycliffe. Og hann var boðberi siðbótarinnar ekki aðeins fyrir England, heldur fyrir allan kristna heiminn. En miklu mótmæli gegn Róm sem honum var leyft að bera fram voru ekki þöggu niður. Og þessi mótmæli hófu baráttuna sem áttu eftir að leiða til frelsunar einstaklinga, kirkna og þjóða. Hann sá að Róm hafiði yfirgefið orð Guðs fyrir hefðir manna. Hann gagnrýndi prestastéttina óttalaust að hafa útrýmt ritningunni. Því gat fólk ekki neytt brauðsins sem orðið. Hann krafðist þess að Biblían yrði endurreist til fólksins og að vald hennar yrði staðfest á ný í kirkjunni. Það vald Biblíunar. Hann lifði til að
afhenda landsmönnum sínum öflugasta vopnið gegn Rómaveldi, að gefa þeim Biblíuna, að gefa þeim brauð. Þannig starfaði Wycliffe að því að endurreisa skoðunabrauðið í musterisþjónustunni. Hann var langt af því að hafa allan sannleikann, en starf hans var mikilvægur liður í endurreisninni. Og þegar almenningur hefur orð Guðs fyrir fram að sig, þá getur það byrjað að lesa sjálft. Þá sér fólk að það sem kirkjan var að kenna passar ekki við það sem ritað í orðinu. Og það var líka á 14. öld sem að John Huss og Jerome komu. Þeir komu þá í kjölfarið og þeir uppgötuðu skrif Wycliffe og báru boðskapinn áfram. En á 15. öld reisir Guð upp annan mannanafni Martin Luther. Ótti drottins bjó í hjarta Luthers sem gerði honum kleift að viðhalda staðföstum tilgangi sínum og leiddi hann til djúprar auðmýktar fyrir Guði. Luther, hann sá hættuna við að upphefja kenningar manna ofar orði Guðs. Hann réðst óttalaust á vantrú skólamanna og andmælti þeirri heimspeki og guðfræði svo lengi hafði haft ráðandi áhrif á fólkið. Hann reyndi að snúa hugum áhrifenda sinna frá fáfræði, heimspekinga og guðfræðinga að eilífum sannindum sem spámenn og postular settu fram. Rödd hans heyrðist úr predikunarstólnum í einlægri og hátíðlegri viðvörun. Hann kynnti fyrir fólki eðli syndarinnar og kenndi þeim að það væri ómögulegt fyrir mannin, fyrir eigin verk, að draga úr sekt sinni eða komast hjá refsingu. Ekkert nema iðrun gagnvart Guði og trú á Krist getur frelsa syndarann. Náð Krist ekki hægt að kaupa. Hún ókeypis gjöf. Hann ráðlaði fólkinu að kaupa ekki aflátsbréfin, heldur horfa í trú til krossfest frelsara. Hann sagði frá sinni eigin sársaukafullu reynslu af því að erfiða til einskis að hjálpræði fyrir sín eigin verk. Hann fullvissaði áhörendur sína að það væri aðeins með því að líta undan sjálfum sér og trúa á Krist að hann fyndi frið og gleði. Martin Luther endurheimtir fórnaraltarið á áhrifaríkan hátt. Aðeins fyrir útelt blóð Jesú Krists öðlumst við hjálpræði. Réttlæti fyrir trú en ekki verk. Þannig að sérðu hvað að gerast hér. Guð að koma á mismunandi hreyfingum á vettvang til að endurheimta munina, sannleikann, þar til allur sannleikurinn væri endurheimtur. Hvenær átti því að vera lokið? Árið 1844. Nú höldum áfram. Nú það 16. öld. En þá kemur Guð með mannanafni John Calvin, sem stofnandi Presbyterian hreyfingarinnar. Guð var enn að undirbúa verkamenn til að efla málefni hans. Snilligáfa hans og ástundum gerði hann fljótlega stolti háskólans og menn voru fullvissir að hann yrði einn af hæfustu og virtustu verjendum kirkjunar. En geisli guðlegs ljós kom stjættvel inn fyrir veggi skólas spekkinar og hjátrúarinnar sem hann var bundinn við. John Calvin trúi því að þú þurfur ekki að biðja í gegnum presta. Þú getur sjálfur haft beinan aðgang að Guði. Þannig endurreisir Calvin reykelsisaltarið á áhrifaríkan hátt. Einn Guð, einn meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þú getur beðið beint til himnesks föður þíns. Á 17. öld kemur Guð með annan mannanafni Roger Williams, stofnanda baptistarhreyfingarinnar. Það höfðu að vissu aðrir uppgötvað að skírn á ekki að fara fram fyrir en viðkomandi orðið nógu gamall til að geta gert sér grein fyrir hvað hann að gera og að skírn skuli fara fram þannig að allur líkaminn fari á kaf í vatnið. Aðrir hefðu uppgötvað þennan sannleika áður, eins og Anabaptists. En það hér sem að sannleikurinn eir kerið í musterisþjónustunni
er endurvakin og verður að iðrast og láta skýrast. Þú getur ekki skýrt börn, því þau þekkja ekki muninn á rétt og röngu. Þau eru ekki nógu gömul til að iðrast. Og þegar þú skýrir einhvern verður hann að fara alveg undir vatnið. Skýrnin táknar dauða, greftrun og upprisu. Þegar þú jarðar einhvern, þá stráir ekki bara yfir hann mold og þekur hann undir moldina. Þannig að við verðum líka að vera grafin í vatni. Það er rétt tákn skýrnarinnar og eirkerið bendir til þessa sannleika. Á 18. öld reisir Guð upp annan mann að nafni John Wesley sem verður stofnandi methodistarhreyfingarinnar. Eftir að hann öðlaðist djúpa trúar sannfæringu brann hann af löngun til að útbreiða allstaðar þekkinguna á dýrlegum fagnaðarerindinu frjálsa náð Guðs. Hann sagði: Ég lít á allan heiminn sem sókn mína. Hvar sem ég er staddur í honum, tel ég það vera viðeigandi, rétt og mína skyldu að boða öllum þeim sem vilja heyra gleði fréttirnar hjálpræðið. Við verðum að fara út og vera boðberar, segir hann. John Wesley hafði hófað endurheimta ljósa stikuna í helgidómsþjónustunni. Jesús sagði: Þér eruð ljós heimsins. Það snýst að láta ljósi skína, vera vitni og fara út og láta fólki vita svo allir geti tekið meðvitaða ákvörðun að ganga veg sannleikans. Næst er það 19. öld sem hefst árið 1801 og spurningin er: hvað breyttist á myrku miðöldunum sem er það síðasta sem þarf að endurheimta? Það er lögmál Guðs og þar með talið 7. dagur, hvíldadagur. Guð myndi færa hreyfingu fram á sjónarsviðið einmitt á þeim tíma sem opnar þennan sannleika. Åpenbarunarbókin 14:12 segir þetta svona: Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú. Þetta er það síðasta sem verður endurheimt. Og Guð færði hreyfingu á vettvanginn, hreyfing sem samastóð af baptistum, methodistum, presbyterum, kaþolikum og fólki úr öllum kirkjudeildum sem hófu að rannsaka þennan spádóm sem kallaður var 2300 ára spádómurinn. Og þeir fóru að átta sig á, bíddu aðeins, eitthvað átti að gerast árið 1844. Þau trúðu því að hreinsun helgidómsins þýddi að Jesús myndi koma aftur til jarðar. Og allir fóru að predika það. Þeir höfðu rétta tímasetningu, þeir höfðu spádóminn, en þeir túlkuðu þetta rangan hátt. Það sem gerðist í raun er mjög merkilegt, því við höfum þennan 2300 ára spádóm, honum er skipt upp í mörg tímabil. Fyrsti hlutin er 70 vikna tímabilið sem endaði með krossdauða Krists, og hvað gerðist þá? Það voru vonbrigði. Fólk túlkaði spádómana rangt, héldu að Jesú myndi kollvarpa Rómaveldi og stofnsetja Jarnestríki. Svo er það síðasti hlutin af þessum 2300 árum. Það er talað hann í Åpenbarunarbókinni sem 1260 ár. Þeim líkur líka árið 1844 og hvað gerist? Önnur vonbrigði, alveg eins og hjá lærisveinunum. Þannig voru vonbrigði í lok 70 vikna hlutans og svo aftur í lok 1260 ára hlutans. Og þegar fólk kom saman til að skoða þennan spádóm og komust allir að sömu niðurstöðu, Jesú kemur aftur árið 1844. Þeir hefðu rétt fyrir sér tíman en rangt fyrir sér atburðin. Urðu fyrir miklum vonbrigðum. Þeir héldu að Jesús var að koma til að hreinsa jörðina og stofna ríki sitt á jörðinni. Kunnulegt þema. Alveg eins og fólk hélt að Messías, Jesús, var komin til að
gera þegar hann kom og gekk hér jörðina. En það sem raunverulega gerðist var að á þessum tíma var allur sannleikurinn kominn fram. Allur sannleikurinn varðandi þjónustu Jesú, okkar æðsta press inn í hennum himneska helgidómi. Hann var nú þekktur. Jesús gat nú haldið áfram vegi, alla leiðinni hið allra helgasta, þangað sem lög Guðs að finna. Allir sem vilja hafa nú möguleika á að þekkja allan sannleikann, því nú hafði hann allur verið uppgötvaður á ný. Það sem gerðist snemma í kristni að Satan fór inn í kirkjuna og byrjaði að snúa fagnaðarerindinu og gefa Guði slæmt orðspor. Láttu Guð líta illa út. Já, Guð krefst peninga af þér ef þú vilt fá syndir þínar fyrirgefnar. Fagnaðarerindið því var haldið niðri á þessum 1260 árum. Og það var ekki fyrir inn í lok 2300 árana að fagnaðarerindið var fullkomlega endurheimt. Þegar þetta fagnaðarerindi heldur áfram, þá mun endurinn koma. Guð hefur aldrei skilið fólk sitt eftir í myrkri. Í gegnum hverja kynslóð hefur hann leitt fólk aftur til sannleikans. Og ef við leitum hans með heiðarlegu hjarta, mun hann aldrei bregðast okkur eða bregða okkur á leið. En það bara því miður ekki margir sem sækjast eftir sannleikan, eða vilja feta þann veg sem Jesús hefur opnað fyrir okkur. Margir að horfa til Ísraels og vilja reisa 3. musteri þar. Ekki bara gyðingar, þetta líka kristnir og nú jafnvel múslimar. Við höfum núna Abraham sáttmálan, þar sem þessi 3 trúarbrögð sem sprottin af Abraham sameinast og stefna að því að reisa þetta 3. musteri sem á að sameina alla. Sjáðu hvað segir hér. Byggjum 3. musterið saman. Frá frelsun til 3. musterisins. Hvers vegna sundra þeim sem trúa á einn Guð, segir þeir. Trúarbrögð alvarlegasta hörmung sem mannkynið þekkir. 3. musterið mun safna bænum allra á einum stað. Tíminn komin til að byggja 3. musterið 3. musteri Jerúsalem á musterisfjallinu í samræmi við spádóm Esekiels í friði, segja þeir. Menn halda að hægt sé að samanast að byggja 3. musterið. Þeir koma ekki auga á sannleikan helgidómin á himnum sem hinn eini vegur sem leiðir til hjálpræðis. Þeir halda að þetta leiðir til friðar. Og sennilega munu þeim takast þetta að lokum og segja friður og engin hætta. En þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast. Því þeir hafna sannleikanum og feta ekki hinn rétta veg. Í Opinberunarbókinni 21:3 segir: Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Það hefur alltaf verið takmarkið. Tjaldbúð Guðs, helgidómurinn, musterið á meðal mannanna, svo Guð, svo hann geti búið hjá okkur. Opinberunarbókin rík af myndmáli Gamla testamentisins, þar á meðal fórnarkerfið í helgidóminum. Allt sem tengist helgidóminum í Gamla testamentinu má finna í uppbyggingu og efni Opinberunarbókarinnar. Orðið tjaldbúð eða helgidómur nefnt 3 og musterið kemur fyrir 16 sinnum í ýmsum myndum. Í kafla 1 birtist Jesús standandi sem æðsti prestur fyrir fólk sitt. Hann stendur og gengur mitt á milli 7 gull-ljósastika í hinu heilaga í helgidóminum. Við sjáum lambið sem fórnað var á brennifórnaraltarinu.
Það eru gull skálar fullar af reykelsi. Í miðju bókarinnar er sáttmálsörkin sem er í hennu allra helgasta sem hefur að geyma boðorðin 10. Við sjáum þar fyrirbæn þar sem reykur og dýr Guðs fyllir staðinn. Það er einnig mikilvægt að taka eftir hlutverki engla sem ferðast til og frá himni og tengjast náið myndmáli helgidómsins. Loka hlutar opinberunarbókarinnar lýsa endalokum deilunar miklu og fjarveru helgidóms. Vegna þess að bústaður Guðs er meðal mannana og Guð og lambið eru musterið. Opinberunarbókin staðfestir raunveruleika himnesk helgidóms og þjónustu æðsta prestsins. Hún hefst með opinberun hins uppreisna og dýrlega Jesú, klæddur sem æðsti prestur. Þessi opinberun kemur 6 áratugum eftir atburði postulasögunar, sem staðfestir ekki aðeins uppreisu Krists, heldur einnig uppstigningu hans til hægri handar Guðs. Í síðustu köflum opinberunarbókarinnar eru einkenni helgidómsins í Gamla testamentinu ekki lengur til staðar. Þetta er vegna þess að tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Það er ekkert musteri því Guð sjálfur er musterið þeirra. Í upphafi í Eden var Guð nálægur, gekk með mannkyninu. Syndin olli því hins vegar að fyrstu foreldrar mannkynsins voru reknir burt frá návist Guðs. Á tímum Móse og Ísraels er tilgangur helgidómsins lýst. Þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi meðal þeirra. Það hafði alltaf verið takmarkið, eins og segir, ég mun ganga meðal yðar og vera Guðiðar og þér skulu vera mín þjóð. Sem kemur fyrir nokkru sinnum í Biblíunni sem takmark Guðs. Opinberunarbókin lýkur með því að benda á þessa þrá Guðs eftir að þjónustunni í helgidóminum ljúki og sé uppfyllt. Það verður engin þörf á jarneskum helgidómi. Allt sem jarneski helgidómurinn táknaði hefur ræst af fullu. Guð og mannkynið er eitt og búa saman alla eilífð. Amen.